Það bara bannað að ræða það hvort að kulnun í því magni sem það og miðað við þær tölulegu forsendur sem fyrir hendi eru hjá stofnunum eins og Virk. Ef að 14% í kulnun af þeim sem að fara í kulnun, að þá erum við á stórkostlega skrýtnum stað hvað þetta varðar. Ef að 86% af þeim sem eru að fá greitt fyrir það að fara í kulnun eru svo þegar rauninni horft í þetta ekki í kulnun, að þá fásinna að við getum ekki verið að spyrja spurninga það hvað raunverulega að gerast hérna. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag mánudagurinn 15. september og ef að þú vilt fá þennan þátt þann dag sem hann tekin upp þá ferð þú að sjálfsögðu á partus.is/einpæling þar sem þú ferð þennan þátt eins og ég segi á undan öðrum og þessa þætti sérstaklega samdægurs ásamt því að fá hann án auglýsinga. En ég vil samt nefna mína diggu samstarfsaðila sem eru að sjálfsögðu fiskhúsi.is, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, Pólsen, heitipotta.is, Happy Hydrate og Drífa.is sem enda fyrirtæki sem hefur ekki hafið rekstur en verður æsispennandi að fylgjast með og ég mun koma til með að kynna ykkur betur fyrir því fljótlega. En ég ætla að ræða í dag málefni sem ég hef rætt áður en mér þykir það ekki fá nægilega mikla athygli og ég nýti þennan vettvang svolítið í það að benda á það sem ég tel að ætti að fá meiri athygli heldur en að í rauninni að fá. En það kulnun og þróun hagkerfisins í samhengi við það. Og nú sá ég reyndar að Diljá Mist Einarsdóttir var að ég held að það hafi verið fyrirspurn sem hún var að leggja fram það hver kostnaður kulnunar væri hjá ríkinu að ég veit ekki hvort hann hafi verið að biðja þær tölu á sveitafélaginu en eins og ég var að ræða við Sigurjón Þórðarsson hjá Flokki fólksins þetta og hann sagðist hafa einmitt séð þessar tölur hjá Reykjavíkurborg og þær eru algjörlega sláandi. Ég búinn að heyra svona hitt og þetta. Það svolítið eins og með útlendingamálin, maður svona fær ekki alveg svona heildari mynd þegar maður biður tölur og þær eru svolítið svona á reiki. En eitt þó víst að þessar tölur eru alveg ótrúlega háar og ég held reyndar eins og ég hef sagt núna oft, bæði í þessu hlaðvarpi og í hlaðvarpinu Einpæling, að núna þetta komið í algjörlega ósjálfbæran fasa og það bara spurning hvenær þetta fellur sjálft sig og hvort að við verum búin að gera okkur grein fyrir þeim skaða sem þetta veldur bæði varðar viðhorf og annað áður en að þetta fyrir bara svona að verða eitthvað sem að bara kolfellur þar sem að við einhvern veginn gerum okkur ekki grein fyrir þessu fyrir en að þetta hefur einhver mjög alvarleg áhrif á okkar hagkerfi sem ég reyndar til alveg saman þóttum myndum grípa í taumana í dag að þetta búið að hafa. En ég var að hlusta á trigonometry og það maður sem heitir Alistair Heath og hann sem sagt fransk-breskur hagfræðingur sem að svona frjálshyggjumegin í lífinu en hann kemur með svolítið gott innlegg inn í hlaðvarpsþætti trigonometry sem var að koma bara út í dag, það mér sýnist fyrir 19 klukkutímum þegar ég að taka þetta upp núna þess að í gær, ég að taka upp hérna klukkan 1 á mánudeginum 15. september en nýjasta hlaðvarpi allavega þar sem að þeir fara yfir þær áhyggjur sem að Bretar þurfa að hafa og Frakkar og þessi Alistair Heath hefur innsýn inn í báða þessa heima og hann talar hvernig Bretar höfðu verið áður ákveðin svona fyrirmynd sem hægt var að horfa til þar sem að Frakkar lifðu við töluvert verri kjör sérstaklega í Suður Frakklandi heldur en Bretar og þann sem rekur það til ákveðina viðhorfa sem voru á 8. áratugnum en hafa aftur á móti brostið og núna gerir fólk ráð fyrir ákveðinni þjónustu sem að í rauninni engar forsendur eru fyrir og mér langar að setja þetta í svona svolítið íslenskt samhengi því að það var mjög margt sem að hann nefnir í þessu þætti sem að mér þótti svolítið ríma við okkur en ég tel aftur á móti og ég fór aðeins að skoða þetta að kulnun til dæmis á Íslandi virðist vera miklu meira eða lítið í deiglunni þannig en sem svona hluti af einhverju svona almenningssamtali
að þá kulnun gríðarlega stór þáttur. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Og við sjáum til dæmis bara í fréttaþáttum. Alltaf svona, ég ætla ekki að segja alltaf, en það svona 2-3 fréttir oft í, sko ef maður tekur alla fréttatímana saman og kannski rauðaborði líka, þá er rosalega oft talað hérna, það einhver hópur sem í samfélaginu og það engin úrræði sem að grípa nákvæmlega þennan hóp. Það að segja að það ekki búið að búa til eitthvað aðsniðið úrræði fyrir einhvern hóp sem að telur að hann eigi rétt á bótum í einhverju formi. Og það ótrúlega skrítið að fylgjast með þessu út af því að ég veit ekki sko hvort það þykir dónalegt að fréttamaður sé einhvern veginn að setja spurningamerki við þetta, en aftur á móti þá hefur þetta hefur skapast ákveðin spírall upp á við, þar sem að viðhorf okkar til bóta hefur orðið þannig að við eigum einmitt að vera með aðsniðin úrræði og ef einhver setur spurningamerki við það hvort að sú manneskja sé mikið fórnarlamb og hún í raun og veru telur að hún sé, að þá það einhvern veginn algjör dómgreindarbrestur, þar sem að við eigum að sjálfsögðu ekki að vera einhvern veginn að efast upplifða svona lived experience, svona sjálfsupplifun, eins og það sé einhvern skonar öðruvísi upplifun sko, en að þessi manneskja sko upplifi sig svo, þú veist, það enginn, maður sér þetta líka svona á samfélagsmiðlum hjá ungum stelpum til dæmis, það, þú veist, alltaf með einhverja svona sögur eitthvað ótrúlega banalt í rauninni, þar sem að það að sko fara yfir sitt líf og svona, það hefur engin lent í þessu, þið trúið ekki hverju ég lendi. Og að sjálfsögðu þetta líka náttúrulega slæmt út af því að samfélagsmiðlar hafa mótað þá hugmynd hjá ungu fólki að þeirra tilvist og tilvera sé einhvern veginn algjört einsdæmi í mannkyns sögunni og sérstaklega fólk fer í gegnum einhvers konar erfiða atburði eins og í rauninni allir þurfa að takast á við, að þá erum við líka með einhverjum svona bíómyndahugmynd það, svona heimurinn verður að fá að heyra mína sögu. Þetta stundum bara í titlinum á alls konar greinum. Heimurinn þarf að heyra mína sögu. Þarf heimurinn að heyra þína sögu? Einhvern veginn. Það örugglega rétt í einhverju tilfellum, en maður samt leyfir sér að efast þetta. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Ég ætla að spila fyrir ykkur 2 stutt brot úr þessum þætti sem ég langar að setja einmitt í samhengi við Ísland. Og þetta sem sagt velferðaríki, þessi fyrsta klippa, og við slum bara spila hana og svo ræðum við þetta aðeins. We've also got a welfare state that's totally out of control. You've got 6.5 million adults on out-of-work benefits. 6.5 million adults on out-of-work benefits. We've basically introduced universal basic income without telling anybody. It's possible to not work in this country and to be able to survive on benefits. So you've got those two problems on the spending side. And on the revenue side, you've got an economy that's basically been destroyed by a 25-year slide into soft social democracy, disastrous monetary policy, disastrous regulatory policy, disastrous tax policy. The entrepreneurial spirit of the economy has basically vanished. There's no Elon Musks in Britain. Companies are leaving, entrepreneurs are leaving, rich people are leaving.
The incentive structure is completely wrong. So you've got this economy that's barely growing, and you've got the demands from the public sector on this shriveling private sector that keep going up and up and up and up. And that's a recipe for total disaster. And by the way, you even have mainstream economists now saying things like that. And, you know, the official fiscal watchdog, the Office of Budget Responsibility, all these sorts of people agree that there's going to be an explosion in public spending as a result of the structure of the welfare state, as a result of the fact we're still stuck in 1945 or 1946, or whenever the NHS was invented and whenever the modern welfare state was invented. And at the same time, the economy is knackered, right? We've destroyed what used to be the best economy in Europe, and it's been destroyed by disastrous government policy from both Labour and the Conservatives. Já, hana kemur hann inn á margt, sko, og það eins og ég segi að það gætir ákveðinar svona viðhorfsbreytingar sem ég heldur reyndar að sé langstærsta breytan í þessu sérstaklega hjá okkur þegar maður talar við fólk að þá já, það náttúrulega, ég veit ekki, sko, þetta byrjar fyrir kannski svona 15 árum, sérstaklega kannski svona upp úr hruni þegar fólk fyrir að tala vinnuna á svolítið einkennilegan máta. Það kemur með eins og hann nefnir þarna Universal Basic Income eða svona borgaralaun eins og Píratar kynntu á sínum tíma þar sem að fólk ætti fá einfallega greitt fyrir að vera til. Þetta var enda líka eitthvað sem að Andrew Yang kynnti líka í Bandaríkjakosningum árið 2016 þar sem hann sagði að allir Bandaríkjamenn myndu fá $1,000 til þess að eyða á mánuði en væru þá ekki að fá öðruvísi styrki og gætu þá valið þá þjónustu sem að þeir fengju. Hann var með svona öðruvísi hugmyndir heldur en til dæmis Píratar sem að voru ekkert að tala það að minnka umfang ríkisvaldsins eða neitt því heldur bara að gefa fólki fullt af pening til þess að það geti átt í sig og á. Hann einmitt nefnir það þarna, sko, að þetta eitthvað sem hefur í rauninni verið innleitt, þar sem fólk getur eða stendur til boða að fá borgað fyrir það eitt að vera til ef að það kýs að gera það í sjálfu sér og ég vil reyndar færa rök fyrir því að það nákvæmlega sem að við höfum gert í sambandi við þessa kulnunarumræðu. Það hægt að koma sér í kulnun ef að þú bara einfallega vilt það. Sjáum til dæmis á tölum hjá Virk sem að ákveðin svona, ég ætla ekki að segja lobbyista samtök í þessum efnum en það náttúrulega ótrúlega mikið af pening í þessu sem að þýðir það mikið af fólki sem hefur mikla hagsmuni af því að kulnun haldi áfram að vaxa en aðeins 14% af þeim sem að eru mældir með kulnun og aðrir eru þá með einhvað annað. Og eins og ég segi, þú veist, þetta hefur náttúrulega bara vaxið og náttúrulega komið núna í algjörlega ósjálfbæra þróun. Ég reyndar held, sko, ég veit ekki hvort að koma undan, hvort að kulnun muni hverfa eins og dögg fyrir sólu eða það að sko útlendingar gera sér grein fyrir því að þeir geti farið í rauninni bara í frí úr vinnunni á launum og náttúrulega með sko greitt aftur í tíman yfirvinnu sem að þau yndu að hendi og fengið að fara til útlanda og gera rauninni það sem þau vilja. Eina sem þau þurfa að segjast vera bara í kulnun og getur þá verið á margra mánaða launum fyrir það eitt bara að vera til. Og ég veit ekki, eins og ég segi, ég veit ekki hvort að koma undan að ríkisstjórnin eða sveitarfélögin gera sér grein fyrir því að þetta náttúrulega bara algjört rugl eða þá að útlendingar gera sér grein fyrir því að þetta sé í boði og munu þá fara að sækja sér slíka styrki og þá náttúrulega endar það svolítið á því sama. Þá held ég að Íslendingar munu gera sér grein fyrir því, ok, við getum ekki verið að vera með þetta nýyrði kulnun og yfirfært það yfir það að einstaklingar geta farið í frí eins og þeir vilja á fullum launum. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. En það annar þáttur sem líka kemur þannig inn á í þessu sem að fólk finnur fyrir að það aðeins verri lífskjör. Fólk svona með einhver svona einkennilegar hugmyndir og það skapar ákveðin grundvöll fyrir populískar hreyfingar. En eins og hann nefnir þarna og hefur náttúrulega orðið frægt núna í Bretlandi að eftir því sem að skattar voru hækkaðir meira á auðuga menn að þá hafa þeir kosið að færa sig úr landi. Og ég man nú ekki, það var einhverjar ótrúlega tölur sem einhver var að nefna
að milljarðamæringar í Bretlandi væru að færa sig frá landi í, sko, ég man ekki, þetta var eitthvað 1 á dag eða eitthvað, þetta var svona alveg ótrúlega tölur, ég þori ekki að fullyrða það, en allavega þá staðreyndin sú, eins og sést á töflunni fyrir þá sem eru að horfa, að þeir sem að hafa kosið að fara eru alveg ótrúlega margir, þannig að samhliða því að hafa sett sko hærri skatta á ríkara fólk að þá eru það að fá minni pening. Þetta er náttúrulega eitthvað í hagfræðinni sem heitir Laffer-kúrfan, það er að segja að eftir því sem þú hækkar skatta meira að þá til lengri tíma þá færðu minni skatttekjur og eftir því sem þú lækkar skatta, og auðvitað er einhvers konar millibil þannig að ef þú lækkar skatta þá ertu líklegri til þess að fá meiri tekjur. Þetta er svona til einföldunar, þá er 50% skattur á 100 krónur minna heldur en 20% skattur á 500 kall og er henni tvöfalt meira í þessu dæmi. En þetta er, sko, ég reyndar held að þetta sé djúpstæðara því að þetta hefur líka með ákveði viðhorf að gera og maður getur farið í svona Kennedy eitthvað, þú átt að spyrja hvað þú getur gert fyrir landið þitt frekar en landið þitt fyrir þig. En ég held sko að við séum rosalega mikið í hið síðanemda. Það er að segja Íslendingar gera rosalega mikið ráð fyrir því að þeir eigi inni hjá ríkinu fyrir það eitt að vera til. Oft er þetta samt sama fólk og segir að það er ekkert mál að taka á móti eins mörgum og við viljum út af því að þeir eiga líka að fá þetta velferðaríki sem er alveg ótrúlega einkennilegt að þetta séu oft sömu hóparnir sem að tala fyrir auknum innflytjendastraumi og að ríkið eigi að vera niðurgreiða tilvist annara í meira mæli eins og í gegnum úrræði eins og kulnun. En stjórnmálamenn aftur á móti, og eins og ég hef sagt áður, það er engin hvati fyrir stjórnmálamenn að takast á við þetta út af því að kulnun er eitthvað sem að hefur ekkert mikil áhrif á fólk daglega undan skildum svona óbeinum kostnaði sem að það veldur þeim. Það segja ég held að verði mjög erfitt fyrir stjórnmálamenn að selja fólki það að kulnun sé fyrirbæri sem er að rýra lífskjör annara. En það er rauninni það sem er að gerast. Við erum bara að taka lífsgæði að lánum út af því að kostnaður af því að veita þá þjónustu sem að felst til dæmis í kulnunar endurhæfingu og öðru verður dýrar og dýrar út af því að við einhvern veginn erum búin að tella okkur líkitrú um það að kjarasamningar eigi helst að binda vonir fólks bættan kaupmátt með auknum krónutölum sem er ótrúlega skrítið en það er svo sem alveg maður skilur af hverju að fólk heldur það út af því að maður náttúrulega sér hærri tölur þá lítur það að vera meira heldur en að var í fyrra en að sjálfsögðu eru náttúrulega allir að fá þessa hækkun og þar alveg hendi eru þeir sem að eiga hlutina sem fyrir hendi eru að verða ríkari frekar en þeir sem að fá launatjekkan. En kjaramálinn samt er ekki bara alvarlegasti þátturinn í þessu þó svo að hann sé gríðarlega alvarlegur í þessu. Það að það er dónalegt að spyrja út í kulnun. Það er bara bannað að ræða það hvort að kulnun í því magni sem það er og miðað við þær tölulegu forsendur sem fyrir hendi eru hjá stofnunum eins og virk. Ef að 14% er í kulnun af þeim sem að fara í kulnun, að þá erum við á stórkostlega skrýtnum stað hvað þetta varðar. Ef að 86% af þeim sem eru að fá greitt fyrir það að fara í kulnun eru svo þegar rauninni hort er í þetta ekki í kulnun, að þá er fásinna að við getum ekki verið að spyrja spurninga það hvað raunverulega er að gerast hérna. Og ég ætla að spila fyrir ykkur annað stuttan bút, stutt brot úr þessum sama þætti, sem hefur einmitt að gera með þetta viðhorf, viðhorf fólks gagnvart eigin tilvistar og gagnvart ríkinu. Því að við skulum ekki gleyma því að ef að þú reiðir þig að öllu leyti á ríkið og allir í kringum þig reiða sig að öllu leyti á ríkið, þá eru þið eign ríkisins. En spilum þetta brot. I mean, the fundamental problem of this country is that we're living beyond our means. We're living as if we're a rich country. We have expectations of the public sector, of the National Health Service, of the state pension, of the benefit system, of everything, that we're a very prosperous country. But we're not anymore, right? We have barely grown for years. Our expectations have continued rising, but the reality hasn't caught up. And this gulf is growing and growing and growing. And as you say, we do have an illegal immigration crisis. I think that's going to be a catalyst for radical political change. But that ultimately is not the fundamental problem. Though we are spending far too much money, for example, on welfare
for immigrants, but we're also spending far too much money on benefits for UK-based people. In fact, we're predominantly spending too much money on UK-based people. That's the issue. Og þessi lokapunktur svolítið það sem að mig langar einmitt að ljúka þessum þætti á, sem að við erum í rauninni í nákvæmlega sömu stöðu og Bretar. Það að segja að hagvöxtur hefur ekki hækkað hérna og við erum með fleira fólk, sem að þýðir það, og ég reyndar til að ef við myndum virkilega grafa djúpt ofan í tölurnar, að þá held ég að hagvöxtur á mann hafi jafnvel örlítið minnkað, út af því að það eitthvað sem að margir eru bara að tala um. Það að verða erfiðara að greiða ofan á húsnæðislánum, það eru færri sem að geta fengið sér húsnæði, matur eru miklu dýrari, hlutir eru miklu dýrari, það er erfiðara að greiða reikninga í hverjum mánuði, orkukostnaður hefur hækkað og fleira þar fram til göttunum. Þannig að ég held að flestir gerir sér grein fyrir því að þeir lifi ekki jafn vel og þeir gerðu fyrir aðeins örfáum árum. Og við einhvern veginn náum eins og hann að koma þannig inn á. Við höfum náð að ljúga því að okkur að lífið sé að verða betra út af því að hagvöxtur hefur verið meiri, en aftur á móti hefur innflutningur fólks verið gríðarlegur líka, sem hefur aukið kostnað og hefur samfélagslega áhrif og eitthvað sem að fólk virkilega tekur eftir, þrátt fyrir það að stjórnmálastéttin einnig hefur einhvern veginn viljað, ég ætla ekki að segja hindrað aðgang fólks að þeim upplýsingum, heldur svona, ég ætla að lega mér að segja að nýtt dagskrárvaldið til þess svona að passa að umræður séu þeim ekki óþóknanlegar. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta á uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13, en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Og eins og við sjáum núna í Bretlandi, þá var þarna þessi mótmælaganga sem að fólk segir að hafi verið 100.000 manns, einhverjir segja að hafi verið 3 milljónir. Ég gerir mér ekki fyllilega grein fyrir því, en ég hef aftur á móti farið á völl þar sem að voru, ég held að hafi verið 90 til 110.000 manns á vellinum. Og svo sér maður myndir úr lofti frá þessum mótmælum sem heitir, Unite Britain, United Kingdom heitir þetta. En það náttúrulega hafa verið svona ótrúlega skrýtnar vendingar varðar það, hvernig fólk hefur verið að tala um það að þetta séu rasistar og að það séu hræðilegt fólk sem að þarna mæti, og eins og segja að það hafi verið 110 til 150.000 manns. Ég hef farið á fótboltavella sem eru 110.000 manns. Þessi fjöldi hefði aldrei komist þar inn. Hvort það hafi verið 3 milljónir eins og Sigmundur Davíð hefur sagt eða aðrir, ég gerir mér ekki grein fyrir því, en þetta allavega margfaldur fjöldi þeirra sem að eða þess sem að myndi fylla 110.000 manna völl. En hvort að það sé nákvæmlega 100.000 eða ég man ekki hvað þessi vellir allir stórir, en ég veit allavega að þeir eru eitthvað að nálgast 100.000 og það augljóst að þetta var ekki 110.000 manna samkoma, heldur eitthvað miklu meira. En svo við komum okkur að þessum punkti sem að Alistair Heath að benda þarna á. Ég held að viðhorf okkar til framtíðarinnar og til fólks og til bóta þurfum við að breytast ef að við ætlum að halda áfram að geta greitt út bætur. Við getum til dæmis ekki verið með opin landamæri og bætur. Við getum ekki verið að setja alla þá sem að koma hingað í leita skjóli á bætur til lengri tíma. Það einfaldlega rýrir kjörin, ekki hvað varðar peninga, heldur sérstaklega hvað varðar þá félagsþjónustu sem fyrir hendi mjög skrítið alltaf að tala um þetta í krónutölum. Ég held að fólk þurfa að gera sér grein fyrir að í umönnunarþjónustu og félagsþjónustu og annarri þjónustu sem að þarf starfskraft til þess að koma til móts við annan aðila og veita honum þjónustu,
að þá byggist það aðalega á aðföngum og mannafla. Það hefur miklu minna með fjármagn að gera heldur en fólk almennt gerir sig grein fyrir, þó svo að það sé náttúrulega stór þáttur, en þá svo félagsþjónusta sem að þarf að vera fyrir hendi miklu stærri þáttur. Þetta sama eins og með þegar að tala fangelsismála, þá náttúrulega bara gott dæmi enda bara fangelsismálin. Þegar við erum að tala það, við þurfum nýtt fangelsi til þess að hýsa erlenda fanga, að þá getum við aðeins verið að fara að spyrja okkur hvort að við þurfum endilega nýju fangelsi að halda. Það er gríðarlegu kostnaður, en það er út af því að aðföngin þurfa að vera fyrir hendi. Þannig að og eins og ég segi, þó fólk einhvern veginn tvinnið þessu alltaf saman, að þá eru þetta ekki algjörlega samofna breytur, því að ef það minnkar í umfangi, að þá eru náttúrulega aðföngin eru í rauninni fasti þátturinn í þessu. En ungt fólk náttúrulega bara líka hagar sér mjög skringilega. Ég man að ég horfði á viðtal við Már Volgan Miksa, þar sem að hann, mér minnir að hafa verið hann, ég vona, Már nú ágætis kunningi og félagi, ég vona að þetta hafi verið rétt hjá mér. Hann var, hvort hann hafi verið á Sprengisandi fyrir einhverjum vikum, þar sem hann var að ræða með ungt fólk og húsnæðis uppbyggingu, og þá var hann einmitt að segja að fólk væri svolítið bara svona ungt fólk væri búið að gefast upp á því að það myndi einhvern tímann komast inn á húsnæðismarkaðinn, og það væri ákveðin svona bara orðið samdauna þessu umhverfi. Ég held að það sé nú ekki alveg rétt. Ég held líka bara að ungir krakkar hægi sér ótrúlega heimskulega þegar að þeir eru að fara á surfnámskeið á Bali og sósíal helgar og drykkir helgar og skemmtanalíf og fyllingar í varir, alls konar lítaaðgerðir, ógeðslega dýrir kjólar og annað, þar sem að þau taka einhverjar svona, flottar myndir af sér og birta á samfélagsmiðlum til þess að geta þóknast einhverjum álitum kunningja sína og vina og vandamanna, gerir ég ráð fyrir. En aftur á móti þá hefur þetta líka þau áhrif að þau haldast í ákveðinni fjarlægð frá því að geta keypt sér húsnæði, og einhvern tímann þótti þetta bara einföld sannindi. En eins og segið, fólk sem er að kaupa sér sósíal og annað helgar á ekki gera ráð fyrir því að geti keypt sér dýra hluti, en þetta náttúrulega hefur gríðarlega slæm áhrif út af því að til lengdar þá að sjálfsögðu verður þetta svolítið, svo ég fá að sletta svona self-fulfilling prophecy. Ég held að líka þegar að byggingamarkaðurinn ekki með íbúðir sem að fólk að kaupa, að þá ólíklegra að aðrir fari í uppbyggingu, sem að þýðir það að það verður skortur á húsnæðismarkaði, en hann náttúrulega reiðir sér svolítið á skort út af því að þeir sem eru að fara í uppbyggingu þarf að gera ráð fyrir eftirspurn eftir 3 ár, og þar leiðandi ólíklegt að fari í slík verkefni ef að eftirspurn mjög lítil. En ég held að, eins og segi, kulnun mjög há meðal ungs fólk sem ótrúlega skrítið, og við sjáum einhverja svona sob stories á samfélagsmiðlum og jafnvel í fréttatímum þar sem að fólk eitthvað að segja að lífið þeirra sé algjörlega ómögulegt út af því að það svo erfitt að vakna og eitthvað. En ég held að það þurfi bara að hætta að væla. Ég held að væll sé orðin eitthvað fyrirbæri sem að, ég menna Heiðar Guðjónsson sagði, ég vona að ég sé ekki að kasta honum undir lestina, en hann kallar nú ekki alltaf ömmu sinna, en ég held að hann fyrirgefi með þetta. En hann sagði mitt að af hverju fóru við úr því að við værum að tala við dúksinn í MR, sem að hefði sagt bara algjörlega rústa MR og staðið sig mjög vel, en núna værum við alltaf að ræða við eitthvað fólk sem að hefði staðið sig mjög illa og hefði kannski rekið sig á, og vorum einhvern veginn að fórnarlambsvæða þann anga og einhvern veginn gera það jafnvel eftirsóknarverðara að vera fórnarlamb. Og ég held að þetta sé rétt. Ég held að það sé of eftirsóknarvert að vera fórnarlamb. Það ákveðin svona félagskreditkerfi þar sem að fólk hefur ákveðin ábata af því að mála sig upp sem fórnarlamb. Þá ertu einhvern veginn orðin, einhver sem á að taka meiri mark á í almennri umræðu. Ég hef aldrei skilið þetta. Ég hef aldrei skilið okkur manneskja sem að hefur tekið vondar ákvarðanir sé best til þess fallin að lýsa því hvernig góðar ákvarðanir eru teknar. Kannski það einhvers konar kontrast. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða.
Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákanir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og svona, ætla að sé ekki eitthvað svona sem að næra samþjappa öllu sem að ég er búinn að tala í dag, að eins og Thomas Sowell sagði nú á sínum tíma að ef að þú ert með eitthvað vandamál og ferð í það að niðurgreiða vandamálið, þá áttu ekki að gera ráð fyrir því að þú minkir vandann. En það er eitthvað sem við höfum verið að gera. Við erum að sjá að fólk núna verður þreytt á vinnu. Ég held að það er rosalega viðhorfsbreytingu í þeim efnum. Fólk verður einhvern veginn þreytt á því að vinna og það er erfiðara og það er alltaf á samfélagsmiðlum, þannig að það er alltaf líka í kvíðakasti og eitthvað þannig. Fer svo á TikTok eða eitthvað og tekur upp sjálft sig í kvíðakasti. Bara magnað að sjá það er bara einhver stelpur að taka, og þetta er ofta stelpur, ég veit ég er leiðilegur að segja að þetta séu stelpur, en þetta er ofta stelpur sem að taka sig upp grátandi á TikTok. Já, einhverju algjöri erindisleysu að taka sig upp vælandi á TikTok og reyna að fá like út af það og eitthvað, vá, þú ert flottust, og reyna að fá eins og ég segi, þannig svona þetta félagskreditsystem til þess að klappa sér á bakið og réttlæta eigin erindisleysu. En eins og segi, við getum ekki gert ráð fyrir því að við séum alltaf að hampa slæmum ákvörðunum og niðurgreiða heimskulegar ákvarðanir og gera ráð fyrir því að þetta tvennt hætti. Hvernig þetta hættir, ég veit það ekki, en ég eftir á móti held að það sem að Alistair Heath er að tala með þessum þætti er eitthvað sem að við þurfum virkilega að athuga líka, sérstaklega þegar að kulnun er á jafn háu stigi hér og raun ber vitni. En eins og segi, kannski, ég rætti þetta nú við Sólveig Önnu, kannski er þetta eitthvað sem að Sólveig Anna fer að ræða við sína félagsmenn það þegar ég er rétt á því að fara í kulnuna frí þegar að þeim hentar, og þeir þurfi ekki einu svona að vera að mælast með kulnun, það er bara 86% sem að mælast ekki með hennar kulnun, fara í kulnun. Þannig að við sjáum bara til hvernig þetta fer. Þetta verður allavega spennandi. En já, bara takk æðislega fyrir að hlusta. Það er eins og ég segi, partus.is/ein pæling í einu orði ef þú vilt fá þennan þátt á undan öðrum. Ég mun ekki taka við neinum ríkistyrkjum eða neitt þannig, þannig að ef þú vilt styrkja þetta framlag þá gerir það þannig og þá færði þetta eins og ég segi á undan öðrum og án auglýsinga. En þess þáttu var í boði fiskhúsi.is, Alvörubón, Poulsen, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is, Happy Hydrate og Drífa.is sem er fyrirtæki sem er að fara að leggja í starthólunar og ég mun kynna betur fyrir ykkur síðar. En takk aðeinslega fyrir að hlusta og þangað til næst.